Ég er sem sagt byrjað að taka upp. Já, thank God. En hvað segirðu? Bara fínt að þú. Ég er búin að hugsa síðustu daga að því við erum búin að taka upp hvað þetta er þáttur við erum 14 eða ekki. Já, þú veit það ekki. Ég held að. Og ég var að lesa ykkur á tölfræði, þú veist, að bara eitthvað 80% af öllum hlaðvörpum taka ekki fleiri þætti en 10 þætti upp. Þannig bara klapp fyrir okkur. Já. Ég er búin að vera bara svona, hvernig er fólk með umræðefni í 500 þætti eða eitthvað, þú veist, litla rugglið. En þú veist, þú varst alltaf eitthvað að tala um eitthvað svona, já, sería 1 eða eitthvað svona bla bla. Já, ég ætlaði líka að nefna það, þú veist, erum við að fara að gera það eða hvað finnst þér? Ef við taka bara fund hérna. En mér langar að segja að við erum í boði Tríhött. Elva, take it away. Take it away. Við erum í boði Tríhött. Hvað getur maður lofsungið þetta oft, skilur við? Þú veist, þetta er bara, allar vörurnar eru næs og ég ætla ekki að fara að Við tala erum svo góður í auglýsingum. Ég ætla ekki að fara að tala um passion fruitið aftur, þú veist, it's amazing, Nei. skilur við. Ég væri reyndar Já. til í að vita hversu margir eru að fara jafn hratt í gegnum þessar vörur og ég, þú veist, ég er svona, er þetta eðlilegt eða finnst mér þetta bara svona ógeðslega næs vörur? Já. Ég fer svo hratt í gegnum þetta, þú veist, ég þarf að kaupa mér nýjan skrúbb bara basically fyrir helgina, sko, af því ég er búið með passion fruit. Og ég er svona að gæla við hvort ég að fara í nýja lykt eða halda mig við þessa því hún er svo næs. Svo næs. Og maður er svo mjúkur. Já. En actually ég er að fara í everything shower fyrir helgina þannig ég þarf eiginlega að græja olíu. Alright, Ínablaði með olíu. Hvaða? Ég var að setja mig í gær. Með hvaða lykt? Ég er með Tropic Glow. Eina sem mér finnst lyktin aðeins mildari heldur en skrúbburinn. Já, en þú veist maður er náttúrulega notar ekki bæði þegar þú fyrir everything shower. Ég er ennþá bara með vanilju skrúbbinn. Já, ég skil, ok. Þannig að ég þarf að fara að taka Elvi Falls á þetta í sturtunni og klára hann skrúbb til þess að ég geti keypt mér Tropic Glow aftur. Guð, bara ég get komið og klára hann fyrir þig ef þú vilt, sko. Ég get komið og skrúbba þig. Ég get komið og sýndi hvernig ég gerir þetta. Ég var svo mikið heima jólin í Keflavík og þar var vaniljuskúbbur inni í baðskáp og ég notaði svo mikið af honum og svo sendi Urður allir inn á mig, varst þú að nota skrúbbinn minn? Ég var bara Næsta já, systra dæmið. ég veit, ég var bara já, ég skal kaupa nýjan handa þér af því að hann var basically tómur og það var ekki eftir mörg skipti, sko, ég held ég að nota hann 2 eða eitthvað, en já, ég er ekki búin að kaupa nýjan fyrir hana og ég er svona að gæla við hvort ég eigi að kaupa vanilu fyrir hann aftur eða reyna tróðinu upp á passion fruit lyktina. Já. Tökum inn að fundi í beinni, leifum hlustundum að vera með í þessu. Já, getum við ekki tekið eitthvað svona smá pásu og förum við eitthvað svona rýbrand. Þurfum við rýbrand? Nei, ekki rýbrand, en meira bara eitthvað svona plana áframhaldið, skilur ætlu að vera með til dæmis dark þætti, verður það fastur liður, verða að fara á ákveða gesti, verður það fastur liður, eitthvað svona þannig, skilur. Já, eins og fólk er búið að heyra þá hoppum við bara svolítið út í djúpulægina og ég allan að virka þannig og sérstaklega svona síðust ára eftir ég eignast börn og svona, ef ég fer ekki bara og byrja bara, þá ger ég ekki neitt, skilur. Eins og í New York, mjög lýsandi dæmi fyrir þetta, í New York þá setti ég aldrei neitt upp á veggina af því ég var alltaf bara svona að safna með hluti og mér langaði að plana allt, hvernig allt átti að vera og ég bókstala með það hérna. Ég er með myndir hérna, guð, þetta er úr rammanum. Ég er með 5 myndir hérna og 3 inn í herbyggi sem ég er að reyna að plana af því að það var ár í gær sem við fluttum og ég er ekki ennþá búin að festa neitt upp á veggi en ég er satt með fullt til þess að festa upp á veggi. Ég þarf bara að byrja á því og þú veist, það er bara að sætta mig við að það verður ekki fullkomið og já, eins og fólk er búið að heyra og ég er líka bilast á þessu forriti sem við erum með af því að ég er búin að stilla og fyrir hver einustu upptöku þá er eitthvað svona update available og þetta er greinilega bara eitthvað mjög, þú veist, það er alltaf verið eitthvað update þannig að ég er alltaf að skoða stillingarnar og reyna að stilla þetta eins og vel að ég geta því mér finnst hljóðið í mér búið að vera svo choppy og ég er búin að vera að finna af hverju það er og ég er alltaf bara að vona besta því ég er búin að stilla allt eins og ég held að það er að vera stilt
en já, við værum ekki búin að taka upp 14 þætti eða á 14. þætti ef þetta ætti að vera eitthvað fullkomið, þannig bara þið sem hangið að það inni, bara takk fyrir að þið eru ekki með smásjá á okkur, og ég skil líka ef einhverju eru hættir að hlusta á því en enn ekki þessu skýta mixi. Einmitt, sko. Ég var að reyna að muna líka í þættinum síðasta, þá held ég í byrjun, þá sagði ég eitthvað svona, já, við ætlum aðeins að tala um Love Island, ég geti bara skippa áfram 10 mínútur korter eða eitthvað. Ég held að við höfum ekkert sagt það í, seinni umræðinni, eða ég manna samt ekki, geta alveg verið. Þannig fólk bara eitthvað, ætlið bara að tala um Love Island alla þáttin, eða greiði fólk sem er ekkert inn í þessu. Einmitt, sko. Ísland er komið í undanúrslit á EM og það er leikur á föstudaginn, þannig að ef að leikurinn er kl. 5 eitthvað, þá er ég ekki vissum að ég geti tekið upp, sko. Ekki það að ég sé handboltakempa. Ég var að fara að segja ekki það að ég sé ykkur handboltafan, en þú veist bara stemningin, skilur, nú er þetta orðið gaman, skilur, mér finnst þetta ekki gaman ef þetta sé bara eitthvað svona duga að drepast dæmi. Já. Og þú veist, þetta er fyrsti leikurinn, allan að mínu upplifun, fyrsti leikurinn það sem er svona, ok, ef við töpum þá er það bara búið, skilur við, þú veist, þá verðum við ekki meistarar, en hingað til hefur þetta alltaf verið eitthvað svona, ef við vinnum með 3 mörkum og þessi tapar með 6, þá mögulega getum við unnið, eða eitthvað svona þannig. Núna er þetta bara, if you lose, you won't win, skilur við. Og ef að sporudra gerir í mána og... Já, einmitt. En hérna... Ef pabbi þinn heiti Jens, þá verður Ísland komið undan úrslit. En ef hann heitir Hörður, þá fer Svíþjóð áfram. Allavega, það geta djókúslega langt. En hérna, getur ekki þá bara kvöldi, heldur þú sér bara að fara að djamma ef Íslands kemst áfram, skilur? Nei, alls ekki, sko. Ég get alveg kvöldið, en getur þú kvöldið? Já. Ok. Krakkandi bara öskandi í bakgrunni. Já, ég meina við getum leyft Flóka að koma og segja nokkur vel valin orð Love Island. Oh my god. Já, en já, við erum að tala bara svona kannski, þú veist, 50 mínútur max að við séum að rappa, skilurðu, og ég klippi það eitthvað mjög gróft, bara eitthvað hæ og bæ, skilurðu, og svona. Þannig að ef að þið eru með vinkunahópa sem er ára á Love Island, látið þær vita, og ég er mjög forvitin að vita svona hvað er margir að hlusta á það meðan við þættina. Já. Ég setti eitthvað pólinn á Instagram í gær, ég veit ekki, ég var ekki má kíkja á það í dag. Það var alveg miklu fleiri sem að voru eitthvað, ég man ekki, spurðuru ert þú að horfa á Love Island eða eitthvað, eða spurðuru hvort þú ætti með þá? Hvort þau væri að horfa, held ég. Já. Það man ekki alveg, en við sjáum til. En já, ég spurði Elvi á þann að því að þetta er Dark þáttur númer 2 og Dark þáttur númer 1 var náttúrulega alveg hræðilega lélegur, eða, nei, við kölluðum náttúrulega köld líka Dark þátt, þannig að þetta er eiginlega Dark þáttur númer 3 eða ekki. En þessi er alveg dark, sko. En fyrsti var náttúrulega hræðilegur. Skulum bara segja það. Og ég líka, ég held að við þurfum að fá Gunnar til að gera nýtt. eða þú veist bara, eða bara sleppa því. En þú veist, myndirnar sem hann gerði fyrir okkur, ég setti það í thumbnail og eitthvað svona. Og ég held bara að þetta X yfir augun á okkur og það sé bara eitthvað of mikið, af því að ég held að hann hafi ekki fengið neitt push. Þú veist, það er svo lítið hlustun á hann með að við aðra, þú veist, það er bara eina sem ég sé er bara, já, ég setti það, þú veist, eitthvað svona mynd í thumbnail og eitthvað svona, og líka á Instagram, það var bara eins og það væri bara eitthvað shut down, skilur, það fekk ekkit. Já, en er það samt ekki bara, þú veist, að fólk fer að hlusta á, þú veist, morðkastið eða eitthvað þannig þegar það vil hlusta á eitthvað svona? Jú, það geti vel verið, sko, en ég held líka bara alveg eins og að margir að horfa á Love Island, þú veist, hlustandinn, þetta eru 95% stelpur og konur sem eru að hlusta á okkur og við erum true crime fanatics, held ég, lang flestar, sko. En ef að fólk er að hlusta á fyrir okkur og þá erum við náttúrulega alltaf með smá intro og ef þetta er of dark fyrir ykkur þá skiljum við það alveg. En ég held að sé alveg samt margir sem að kunna með þetta svona. Og kannski í framtíðinni þá getum við bara fært dark þætti yfir á áskriftarleiðið eða eitthvað svona, ef við myndum fara í eitthvað þannig pakka. Já. Það væri kannski eitthvað. Það væri eitthvað. Þá værum við ekkert að þrönga dark þáttum og hana, þú veist, að blanda því eitthvað við að vera jolly klukkan 9 á afmæli. 5 hjá mér. En já, með svona að taka upp eitthvað svona seríur, ég væri alveg til í að, þú veist,
taka upp einhverja, þú veist, setja lokapunkt og eins og ef ég kem til Íslands að við myndum taka kannski bara svona hálfa seríu á Íslandi og ef þú kemur í heimsókn til mín að það getur við tekið bara hvað að vera á sama stað og droppa bara heilli seríu skilur alls konar. Eina með það þá maður ekki með eitthvað intro eitthvað svona current skilur maður gæti hvað stress mætti alveg halda að vera að horfa Ísland vinna og komast í undanúrslit bara eða eitthvað lifið þessu inn í þetta. Finnst handbolta ekkert eitthvað ekki það mér finnst handbolta eitthvað leiðilegur ég bara, mér langar að skilja hann betur. Já, við ætlum ekki að vera eitthvað polarizing hérna, við langar ekki að missa handbolta hlustendur í burtu. Já, nei, ég, eins og ég segi þú veist, mér finnst gaman að horfa á íþróttir þú veist, mér fannst aldrei gaman að horfa á pílu og svo þegar ég lærði á hvernig þetta virkar og þú veist, útskot og allt þetta skilur, hvað má og hvað má ekki og hvað þá finnst mér það miklu skemmtilegra þú veist, mér langar bara að vita þú veist, ok, var þetta ógeðslega gott play hjá Gísla eða var hann að taka lélegar ákvarðanir fattarðu, eitthvað svona þannig núna er ég bara svona að horfa á þetta og ég er bara eitthvað what the fuck, akkur skoraði hann ekki eða eitthvað skilur ég er náttúrulega bara svo mikill íþrótta heili Jú, mikill íþrótta heili en já við náttúrulega erum úr bæjarfélagi sem er ekki með handbolta ég held að við allar hefðum alveg verið hörku góður í handbolta sko. Ég hefði verið svo góð í handbolta sko, ég veit það og ég er samt myndaði eitthvað svona mótróasamband gagvart handbolta í mörg ár út af því að þegar ég var alast upp í körfunni þá var alltaf allar mömmunar og pappunir upp í stúku það sé númer 5 á bara að fara í handbolta af því ég var svo gróf já og ég var bara eitthvað svona þú veist, í mörg ár var ég bara eitthvað what the fuck is handbolti, skilur þú veist, handbolti, þetta var ekki einu svona þeng í Keflavík og er ekki, og hefur og aldrei verið allan ekki svo ég viti Nei, ekki, þú veist, 50 ára eða eitthvað Þetta er ekki svona þannig íþrótt í Reykjanesbæ að það er eitthvað svona, já, þú veist það eru bara ákveðna týpur sem æfi þetta þú veist, þetta er actually bara ekki einu svona þú veist, valkostur Nei, þetta er bara ekki þeng, bara ekki neitt Þú veist, annarkvort ertu bara í sko, körfuboltum annarkvort ertu bara í körfubolta, fótbolta, fimmleikum eða sundi and that's about it, sko Já En síðan líka bara eitthvað, ég man aldrei eftir að hafa verið eitthvað ég man ekki eftir að hafa verið í skólanum og það var bara eitthvað, oh my god, þetta er handboltaleikur í dag eða, þú veist, það bara er ekki þetta er ekki í menningunni einu sinni heimaskilur eða þú veist, það var eitthvað, já, við þurfum að færa æfingu út á leiknum, þú veist, það er bara eitthvað þú veist, öðru séð ef að fótboltaliði eða körfuboltaliði væri skilur það var bara eitthvað svona, það er við með æfingu það er engin eitthvað svona að missa sig og ég heldur sé það ekkert eitthvað á samfélagsmiðlum eitthvað að krakkar eða þú veist, fjölskyldur sé eitthvað að peppi yfir sig yfir handboltaliðinu ekki það, ég er ekki að tala þetta niður ég er bara að reyna að útskýra fyrir fólki sem er ekki kannski frábæðifélagi sem er ekki verið að stunda handbolta en ég eiginlega bara kynntist ekkert handbolta vissi ekkert um handbolta fyrir en ég fór í Vestló og kynntist þar handbolta fólki og bara þeirri típu af bara mannesku og fleira Já, þú veist, ég er bara nýbúin að kynnast þessu sko, það var bara þegar ég byrjaði að vinna í vinnunni minni í dag þá voru bara svona hópur af fólki sem að æfir handbolta og þau eru alltaf góð í handbolta bæði þú veist, það eru einhverjir 2 sem að voru að vinna með mér sem eru báðir farnir út í atvinnumennsku og eitt þeirra er í hóp núna á EM og svo stelpur líka sem eru bara eitthvað þú veist í Val og þetta er sjátt á Lilju sem er að vinna með hún er í Val í handbolta og þú veist Valur er apparently ekki eitthvað góður í handbolta Þú verður að segja apparently samt Apparently Þú segja apparently og actually og literally og þú getur skipt þessum orðum út fyrir íslensk orð sko, það er ekkert mál minnsta mál í heimi Þú náttúrulega áttir heim í Eyjum varstu þá ekki eitthvað involved í neinum handbolta er ekki Eyjar eitthvað svona handbolta Jú, takk fyrir að minnast á það ég er Hvað er þetta kalt henni hjá þér? Ég er að reyna að segja þetta á þess að hljóma kaldæðina því, nei, ok, ég er náttúrulega að vera kaldæðin en þú veist, þegar ég bjó í Eyjum þetta eina sumar þá var ég alltaf í þessi fáskipt sem ég fekk mér í glas þú veist, á góðslökum og á þjóðatíð þá gat ég ekki hætt að segja að ég væri ástsælasta tengdadóttir Vestmannaeyja fyrr og síðar og þetta er bara búið að svona festast við mig við týpur sem að ekki týpur, við fólk sem að svona þekkti mig úst, bara, já, þekkti mig lítið þú stelpur sem vinn í sjoppinu og svona, ég var eitthvað að segja þetta við þær út á götu skilur við
og þegar ég hef hitt þær aftur að þá hafa þær sagt þetta við mig og ég bara, guð minn almáttugur, þú veist, ég svona smá mann eftir að vera eitthvað að grínast með þetta og þegar ég byrja að grínast með eitthvað svona þá sko mun ég I will keep beating the horse down to the ground, skilurðu. Ég veit til dæmis ekkert hvað það þýr. Bara að drepa brandarann, skilurðu. Ég bara mun ekki hætta. Já. Ég er bara eins og rispu plata, skilurðu, á meðan ég er í glasi og þú veist, þetta heila sumar, þá gæti ég ekki hætt að segja að ég væri, þú veist, ássalasta tengdadóttir Vestmannaeyja fyrir og síðar og ég var bara eitthvað að kvóta þetta allstaðar, bara verst típa í heiminum. Varstu bara eitt, þú veist, áttur bara heim í eitt sumar hana? Þú veist, eitthvað fram á veturinn svo skipti Gunnar úr IBF. Þú varst samt Og okkur fór. oft að fara til Eyja áður en þú fluttið til Eyja. Já, elska mín, ég var alltaf að fara bara með Herjólfi í Þorlákshöfn, skilurðu, bara allt fyrir ástina. Já, af því að því hugsið tilbaka þá er bara eitthvað svona, ef þú myndir segja við mig bara eitthvað, já, ég bjó í Eyjum alveg í 2-3 ár. Ég verið bara, já, ég veit. Þú veist, ég er svo léleg með svona. Þú veist, ég er bara eitthvað, ég genuinely, þegar ég sagði þetta núna, ég var bara, já, þú bjóst náttúrulega í Eyjum, þá hélt ég 100% að vera meira en bara eitthvað eitt sumar, sko. Ég er svo Ég léleg bjó svona ekkert- tímaskinn. Ég er að reyna að mynda sjálf. Þú veist, við byrjum saman 2014 og Gunnar, þú veist, hann spilar 2015 sumarið og haustið þá förum við bæði í nám, sko, þannig að við fluttum heim bara heim upp á Norðurey haustið 2015, sko, og ég held að hann hafa farið í Grindavík þá ekki Já, nema já, ég sé að ok. bylla Ég 2016, er bara nei, með- 2015. Hræðilegt tímaskinn held ég, sko. Já, en ég skal alveg taka það og mun geta kvóta því það sem eftir er þegar að fólk, eða þegar ég segi, já, ég bjó í Eyjum. Já, systir mín upplifir þessu 2-3 ára, ég ætla ekki að fara nánar út í það. Já. En ég er alltaf að segja við Gunnar bara, eigum við að selja íbúðun okkur í bænum og kaupa í Vestmannaeyjum. Við langar bara að eiga hús þar. Nei. Þá getið þið alveg eins verið ennþá út í Kaliforníu fyrir mér, sko. Já, ég er ekki að tala um að flytja þangað við komum heim, skilurum. En í svona draumaveröld, og þetta er Delulu, að þá var ég, þú veist, til að eiga einhverja, eftir kaupa núna eitthvað í Eyjum sem að við þess vegna, þú veist, gætum bara leikt helst til, þú veist, handboltans eða fótboltans eða eitthvað svona, þú veist, þannig að það sé svona laust svona semi, þú veist, maður gæti svona verið í því eitthvað eða þá ráða bara einhvern til þess að vera með Airbnb af því að ég var, þú veist, mér langar svo mikið að geta verið þar, skilur, mér langar svo að eiga eitthvað sem við getum verið þeim heima en það er náttúrulega mjög óraunhæft og já, þetta Delulu væri að við gætum, þú veist, safnað meðan væri mér úti til þess að kaupa okkur bara eitthvað framtíðar heimili og kem heim, náttúrulega aldrei að fara að gerast en þú veist, að við þyrftum þó ekki að selja og gætum bara átt það sem sumarbústað og aftur, þetta er svo Delulu, þetta er aldrei að fara að gerast en ég er að hugsa upp átt en hljómar eins og við séum eitthvað að þéna skriljónir, það er ekki, that's not the case. Ég mæli bara ógeðslega mikið með Vesturbænum. Það væri geðvægt að fá okkur hingað. Veistu hvað? Hvað? Og núna kannski eru káringar að fara að hætta að hlusta. En þegar við vorum að kaupa íbúð í bænum, þá var Vesturbærin alveg up there. Ekki það að þú veist, þar sem við keyptum er ekki endilega styðjast við þetta, en þú veist, ég tók svona, ég dró Vesturbærin niður út af þessu og þetta er áður en að ég er sko, þetta er áður en ég er ófriskasölu, sko. En ég hugsaði, þú veist, ef að mér langar að kaupa í einhverju hverfi og búa þar og þarna, þú veist, þarna var alveg raunhæft að við gætum búið í 2 herbergja íbúð og þá hugsaði ég, mér finnst ekki næs að vera stelpa í Vesturbænum upp á íþróttur að gera. Hvernig þín eru náttúrulega ekki að fara í fótbolta, sko, þeir eru að fara í körfubolta. Já, en körfuboltinn í KR er ekkit eitthvað upp á geggja fiska, þú veist, svona hvað er ég að segja? Stórveldið. Já, býtu. Ég er að Haga sér djóka. ekki svo stórveldi, já, þú veist, haga sér ekki svo stórveldi þegar að, þú veist, kemur að kvennaliðinu, skilur, alltaf að láta þær falla niður í fyrstu deild og eitthvað svona bla. Þeir eru samt alveg up and rising núna, sko. Já, en það var líka fyrir 10 árum, skilur, og síðan var komið á gott ról og fyrir, þú veist, 15 árum eða eitthvað, skilur, og alltaf bara eitthvað láta, missa dampinn. Og ef að þau myndu vilja fara í fótbolta eða handbolta, fattaru, að þá er ekkert eitthvað mikið í gangi, skilur. Þau getur farið í handbolta í Gróttu. Já, ég veit ekki af hverju, en Grótta gefst mér ekki, afsakið. Já, ok. Ég er að djóka, ég veit ekkert um Gróttu í dag, en já. En ég meina það sem All þú my exes live in Texas og spiluðu í Gróttu. Nei, þú djók. þið keftu íbúð á í hverfi sem er ekki einu sinni með körfubolta, sko, þannig að ég veit ekki alveg Ég veit hvað þú ert að segja. Ég veit það. En það sem ég er að segja, þú veist, er að ef ég væri fyrir kort að fara að skutla börnunum mínum, ég og annað félag og líka, þú veist, við náttúrulega
ég svona meira vitni í eitthvað samræður sem að við vorum að eiga, þú veist, hvar við myndum vilja búa. Það var ekkit endilega að standa og falla með því hvar við keyptum litla íbúð sem líklegast við myndum aldrei búa í, skilur. En já, mér finnst svona, okkur segir svona að börnin mín sé ekki fyrir fótbolta. Þú veist, pabbi Ég er náttúrulega bara fótboltamaður. að djóka, sko. Ég vildi nú bara hvað, það meikar eitthvað sens. Svo bara fara þau kannski fyrir enginn aðeim í íþróttir, kannski ertu bara búin að eignast 3 stykki theater kids sem allir bara það verið í þjóðleikahúsinu, bara eitthvað að gretta sig og syngja, skilur við. Í alvörunni, þeir eru svo góðir bara á, þeir er nekkert í íþróttir, sko, at the moment, og ég er ekkert eitthvað að pressa á þá, sko, strákana, þeir eru komnum aldur. En það sem ég ætla að segja, við keyptum í Gerðunum. 108 er það ekki? Jú, það heiti Gerður. Ég veit það, í Gerðunum. Keyptum hérna rétt hjá Svartur á leikhúsinu. Leikhúsið. Svartur á leikhúsið? En já, út af því að topp 3 hjá mér var í Smárahverfinu. Mér finnst samt ekki mörg hús þar flott, en mér finnst það svona, þá tikkar í mörg boxi á okkur. Varandi, þú veist, íþróttir, walkability, allt þetta, skóli, skilur, og búð. Löndin í, þú veist, Fossvognum, kann ég tala? Í Fossvoginum? Já. Og veistu hvað ég var með við þar? Kannski er þetta algjörlega gali. Hef ég ekki sagt þér þetta? Nei. Stutt í Vestló eða eitthvað? Ha? Stutt í Vestló? Nei. En það sem ég veit af þessum, þú veist, núna í árgangnum mínum í Vestló og í þínum árgangi í Vestló, núna veit ég bara er ekki rétt hjá mér að 2-3 vinkonur eru þaðan? Jú, 3. Já, og þær eru, þú veist, búin að vera vinkonur lengi og svona, eða ekki? Og líka krakkar úr mínum árgangi sem eru þaðan, og bara svona góði vinhópar. Þannig ég er bara eitthvað svona ok, eða þú veist, mér fannst það vera plús, skiluru, og líka segjum að kemur sundlaug þar sem er einhver plönum, þá var ég bara allan daginn myndi ég vilja flytja þangað. Það er náttúrulega búið að plan eða gert plönum sundlaug hérna í Fossvogsdalnum, bara ég veit ekki hversu lengi, sko, þannig að já, en þá ertu með allt til alls svona sem að tikkar í okkar bóks allan. Já, en pældu, ef þú ert í Vesturbænum þá getur barnið eitt farið í íþróttir í KR, Gróttu eða Val. Þú getur literally valið og það er allt mjög nálagt. Bara að segja. En burtsér frá íþróttunum þá er náttúrulega bara geðveikt næs að búa hérna. Bara upp á hvað að gera? Bara upp á staðsetningu, stutt í táni fyrir krakkarna. Þú ert bara að tala út frá að vera 25 pluss kona sem er ákveð bætskiluru og getur labbað heim á djamminu. Já, nei. Ég myndi ekki einu sinni segja að það væri að stutt í táni væri það besta við að vera hérna, sko. Þetta er bara eitthvað, ég veit ekki, það er bara eitthvað, það er eitthvað ára hérna í Vesturbænum sem að þú veist, en ég er náttúrulega ekki í 107, sko, ég er í 101, ég er í gamla Vesturbænum. Alveg hinum með göttuna. Og þar eru, skal ég nú segja þér, þar eru víbrurnar. Já, úst, mér veist, Vesturbærin er alls ekkert ólíklegur fyrir okkur, sko. New York, Íslands, djók. Brooklyn, Íslands. Er það? Já, já. Er einhver að segja það? Ég var að segja það. It's me. I said it. Ég er núna með smá PTSD, ég er alltaf að kíkja á rektakan, bara jú, ég er að taka upp. Oh my god. En af því að þú varst að spyrja mig daginn, hérna, það fara bara beint yfir í COSRX af því ég var að tala hann að Good Morning Cleanser síðast. Já. Og hérna þú varst að spyrja, cleansaði, þú veist, á morgnana. Og má ég segja þér eina ógeðslega sögu frá því morgun. Sure. Og mjög gott að hafa þetta í auglýsingu. Good Morning Cleanser kom sér vel í morgun af því að dóttir mín sem getur ekki fyrir sitt litla líf sofið upp í rúmunu sínu og kemur alltaf, og hún er náttúrulega þriðja barnið og mesta dúllan og kemur og hangir í hárun á mér og togar og hárreitir mig og allt svona. Hún er farin að vinna með að fara úr bleiunni miðanótt. Þannig ég vaknaði með andlitið í pissubleiu. Hvað meinarðu vaknaðir? Þú veist, varstu bara búin að sofa þar í góðar 15 mínútur eða vaknaður við að leggjast þar hún á? Sko, nei, hún er eitthvað svona að júðar sér eitthvað, þú veist, er eitthvað svona að vakna, þannig hún er að, þú veist,
og ég sé eitthvað svona, ok, hún er komin úr bleiðina því að þú veist, ég var bara hrædd hún var búin að pissa undir eða eitthvað í rúmið mitt, þannig að ég fer eitthvað svona að finna, þú veist, var eitthvað svona aðeins að þreifa skilur hvort hún hefði pissað og hún var ekki búin að pissa, en síðan var eitthvað, ok, nú þarf ég að finna bleiðina og lítið við og það er bara akkurat það sem ég lá. Þannig að þú vaknar ekki einu sinni við það? Eða skilur við? Ég veit ekkert hvað ég var búin að liggja lengi bara með nefi ofan í bleiðinu skilur. Aðeins að koma sér svona vel fyrir og þú bara, vá, hvað þessi kotti er squishy hérna. Ógeðslegt. Jæja, en COSRX, gott að fara bara beintin og baða með cleanserinn og ég er búin að vera að spara svona sheetmask sem ég ætla að nota í kvöld. Af því að Gunnar, annað hræðilegt sem gerðist í morgun, Gunnar fór fyrir klukkan 6 í morgun og verður í burtu í 2 sólarhringa. Hann er komið með eitthvað viðhaldir í Nevada. Nei, tjók. Það er svona fyndið að djóka með svona út af því að þú veist, þetta er orðið svo raunverulegt eða þú veist, hvað sé þú veist, það að eiga viðhald í dag er greinilega, þú veist, það er bara nær raunveruleikanum heldur en að vera djók, skilur við. Já. Þannig að, já, sorry. En þetta var djók, vona ég. Já, ég vona eins og það þetta Gunnar látið þetta ekki eldast eins og mjólk. Nei, djók. En já, þannig ég er búin að vera að geyma, þú veist, ég vissi ekki svona síðustu daga var bara, af hverju ég að geyma þetta, af hverju, þú veist, leiði mér ekki aðeins að setja með sheetmaska og eitthvað svona. Svo núna er ég bara eitthvað, yes, já, maska og ég bara, þú veist, eftir hörkuna í kvöld að svæfa þau öll ein, þá ætla ég bara að setjast og horfa á eitthvað þátt og vera með maska og gera ekki raskat, liggja ofan á þvottafjallinu. Já. Jafna mig á bleiu nóttinu minni. Já, ég hefði náttúrulega vaknað og gufusóðið á mér andlitið hefði ég vaknað í pissubleiu, sko. Já, ég þurfti að trippul glansa eða eitthvað, sko. Hvað minn góður. Það er örugglega ennþá pissulit á hárinu á mér þar að vera í sturtu bara eftir. Er eitthvað verra en pissulykt? Ég held ekki. Ekki mikið. Svo er ég reyndar, ég náttúrulega sett á TikTok með ógeðslegu sólavörnina sem keypti frá CeraVe. Það var náttúrulega ógeðslega fyndið. En ég er búin að vera að leita að sólavörninni. Ég finn hann ekki hérna. Ég veit ekki hvort þú fáist í Bandaríkjunum. En ég er búin að kaupa mér frá hana Haru Haru sem að Senja held ég líka að flytja inn. Hann er bara að sjáta á þetta Haru Haru. Ég var eftir að pröfa. En ég keypti hana svona millibils og svo ætla ég að kaupa mér sólavörnina sem að þú hættir ekki að dásama. Kaupi hana bara þegar við komum til Íslands. Kannski þú gefur mér hana bara. Já, ég hef alveg gert það. Mér langar svo mikið að ræða Lofaland en það er að gema. Já, gemdu það. Á ég bara að sit back and relax á meðan þú talar máli dagsins við mig. Það er nefnilega málið. Þú þarft eiginlega bara að redda þér ADHD-lyfjum til þess að þú bara sofnir ekki. Já, þú veist, mér langar svo mikið að hætta að taka upp með símanum núna til þess að ég geti verið í leik í símanum á meðan þú ert að tala. Oh my god. Ég get ekki, þú veist, að sitja svona bara ekki með neitt að gera. Mér mun leiðast þótt þú sérst að tala. Já, en þetta er í alvörinni gott mál þannig að þú þarft að, þú veist, hlusta og taka eftir og koma með adlibs. Ok, ég skal vera, nei, oh my god, inn á milli. Charge it to the game. Ok. Við ætlum ekki að vera langt aftur í tíman en þú mátt alltaf mjúta þig ef þú viltur að naglalaka þig eitthvað með það. Já, en ég er spennt að býðast í mómentinu þannig til ég er svona, oh my god, ég veit hvað málið er. Heldur ég veit hvað málið er. Örugglega, ef þú ert búin að fylgjast eitthvað með, þú veist, ertu mikið ennþá að horfa á eitthvað svona 48 hours og svona? Já, eða þú veist, já. Ok, þetta er nefnilega búið að taka þetta mál fyrir alveg frekar nýlega bæði 48 hours og eitthvað annað sem ég horfði á, ég man ekki hvað heitir. En þann 14. desember 2023 í Colorado fylki í Bandaríkjunum fekk lögregla beiðni frá manni að nafni Dan Crew að athuga með konu sína sem hann hafði þó séð nokkrum klukkustundum áður en hann fór að heimili sínu. Og aftur, ég skrifa þetta allt sjálf. Ok, flott. Mér langar bara að taka það fram og þú veist, og þar með talið ef það er eitthvað hrikilegar málfarsvillur að þá biðst ég afsökunar á því en ég fekk ekki hjálp frá ChatGPT nema bara með ramman en ég er sjokki að ég hef skrifað 5 blaðsíður sjálf. Já, ég líka, móta hell. Já, ég ætla bara að byrja aftur. Sorry. 14. desember 2023 í Colorado var Dan Crew búinn að hringja lögreglu til þess að láta athuga með konuna sína sem hann hefði þó bara séð morguninn. En aldrei þessu vant var lögreglan bara frekar fljót til vegna sögu eltirhelli
hann segir að þú veist, þau eru búin að vera með eitthvað stolker og fær þá lögreglu til þess að fara og gera svona welfare check. Stuttur seinna var lögreglumaður að nafni O'Hare mættir að heimili þeirra til að kanna málið. Hann reynir fyrst að banka en fær ekkert svar og hann vissi að það var ekki langt liðið, þannig hann var frekar rólegur, getur vel verið að hún væri bara ekki heima. Eina sem var athugavert var að hún var ekki að svara símanum sínum eftir að hafa beðið manninn sinn að sækja yngsta barnið í skólan, en þegar hann spurði, hann svaraði skilabóðunum klukkan hvað, þá fékk hann ekkert svar sem var óvenjulegt. Eftir að lögreglumaðurinn hafi bankað í dágóða stund án árangurs reynir hann að athuga hvort hann sjái eitthvað athugavert í gluggum. Það var ekki fyrir hann kemur á bílskúrnum sem hann sér að það er svona gluggar á bílskúrshörninni og hann nær að ná sér í koll sem hann var með í löggubílnum og þá sér hann innum þannig háa glugga að 43 ára Crystal Crew liggur hreyfingarlaus á jörðinni inn í bílskúrnum og hann sér áverka á höfði hennar. Hann kallar til liðsauka og brýtur sér leið inn dyrnar þegar hann nýbyrjar að veita henni fyrstu hjálp og búinn að opna til þess að fá hjálpina, þú veist, hann opnaði bílskúrinn. Þá kemur mamma Kristíl og þú veist, beygir sig undir og náttúrulega með, þú veist, kemur sjokki í kjölfari skiluru og sem betur fyrir svona stuttu seinna, þú veist, á svona í sömu andra og þá er liðsaukin að koma og næra hjálpinni, þú veist, út af hann segir bara að hún með ekki koma inn skiluru. Býtu hvað, af hverju var mamman allt í mætt? Af því að maðurinn hafi líka held ég hringt í mömmuna. Ok. Já, en hann að nýbyrjar að veita henni fyrstu hjálp og mamma hennar var mætt á vettvang en Dan hafði látið aðra í fjölskyldunni vita og hringt í nágranna og svona. Út af þessu þá var mjög mikið að vera á vettvanginum og mamman auðvitað í öngum sínum og nágrannar og kunningja mættir allir í losti af stolkarinn eða eldir hellirinn til að nota íslenska orðið. Mér finnst það svo eitthvað pretentious að nota þetta orðið eitthvað svona tilgerlegt. En allir, já, voru sammála að, þú veist, stolkarinn væri búin að, þú veist, ná henni í rauninni. Var hún þá með stolkar eða þau tvö? Hún í rauninni. En ég ætla að fara aðeins dýpra í það og eftir. En nokkrum mínútur seinna kemur Dan og Vettvang á aftur eitthvað loftbóla. Já, varstu með loftbóla á hann? Ég veit það ekki. Þú varst að tala og ég veist að líta upp sko, því ég bara, who is talking? Þú bara oh my god, ef við byrjum á nýtt það, ég mun ekki geta hlusta á þetta aftur ef ég er með eitthvað ákveðslega djúbröðu. Nei, þetta var bara í svona 5 sekundir. Já, en já, mér langar bara að segja og þú veist, þið sem að hlustið og innbyrðið mikið á svona efni, þú veist, maður byrja náttúrulega alltaf á að gruna mannin, en hann hjálpar sér ekki með því að mæta bara eitthvað ógeðslega dramatískur og bara eitthvað svona, þú veist, er bara svona greinilega leggur aðeins í burtu og hann hleypur eitthvað niður eftir og bara eitthvað þvílíkt sín svona þegar hann kemur og það er ógeðslega, þú veist, ég mæla alveg með því að fólk finnst gaman að horfa á svona að það er alveg ógeðslega mikið af efni, þú veist, bodycam og út af þessu stolkar þá er alveg mikið af svona myndböndum og viðtölum við hana fyrir morðið, svona óvenjulegt hvað maður sér mikið af henni, þú veist, svona af í rauninni hvað segir maður, fórnarlambinu. Ok, mér rámar í þetta mál en ég veit samt ekki reyndar, þú veist, annarkvort rámar mér í þetta mál eða þá ég er bara búin að fatta the plot. En það er mjög erfitt að horfa upp á mömmunar og kunningja í þessu myndbandi og Dan líka af því að ég held að þau fái frekar fljótt að vita að hún sé dáin. Þú veist, það er greinilega sagt bara frekar fljótt þarna á vettvangi og það er svona victims advocate sem er á svæðinu og hún sérst skuttlar Dan bara eiginlega beint upp á lögreglustöð til þess að gefa skýrslu og svona en hann liggur alveg í hnipri og þú veist. Ég er ekki alveg að kaupa að hafa skrifað þetta allt sjálf sko. Ég tala svona góða íslensku. Ok. So sorry. Í hnipri og einhver kona, einhver angist sínum eða eitthvað svona, ég bara. Ég sagði í öngum sínum. Já, það. Ekki fara segja ég að vera að segja í angist sínum af því að það er ekki rétt íslensku. You fooled me. En já, tölfræðin vinnur ekki með mögunum þannig að ég byrja alltaf strax að gruna þá. En Dan fær fara upp á lögreglustöð og til að hjálpa við rannsóknina en á leiðinni þangað þá segir hann voða lítið annað en að hann þurfa að vera sá sem segir börninu þeirra frá en þau Kristín áttu saman 3 börn og hafði verið gift í 16 ár og allavega þú veist það er viðtal við þannig victims advocate og hún er bara eitthvað svona svolítið svona
en fannst svolítið skrítið hvað hann, þú veist, var mikið eitthvað einblína og hann þurfti að vera sá sem að segja börnunum, en þú veist, allir bregðast mismunandi við, I guess. En áður en við höldum áfram með hann kalda dag í Colorado, þá skulum við aðeins fara aftur í tíman, en Kristín hafði verið að fá skilaboð í nokkra mánuði frá manni sem þau héldu að veri fyrsti kæristi Kristín, maður á nafni Anthony Holland. Hann kom ekki beint undir nafni, en eitt e-mail sem hann notaði hafði eftirnafn hans í e-mailadressunni og sumir hlutir sem hann var að senda vísuðu til sambands þeirra á unglingsaldri, þannig að þú veist, það voru svona lítil svona korn sem að í rauninni bentu til þess að þetta væri þessi maður, og þau voru saman sko alveg í high school, alveg bara svona 15-16 ára eitthvað svoleiðis, og hann hafði haft samband við hana nokkur sem í gegnum tíðina, en það var svolítið svona augljóst að þú veist, hún hélt áfram fyrir college og var, þú veist, verkfræðingur, en hann staðnaði svolítið í þroska, var svolítið bara svona, var ekkert endilega búin að vera eitthvað svona aggressiv, þú veist, með þessi skilaboð, en svona ekki alveg að ná hintinu að það væri óviðandi. Þannig að hann var að senda á hana? Eða var bara að vera álíkt að hann væri stjólkarinn? Þú veist, hann var búin að vera að senda á hana í gegnum tíðina og hún hafði enga, hvað segir maður, þú veist, var bara mjög rökrétt að þetta væri hann, skilurðu, og hún var búin að reyna að fara til lögreglunar að fá hjálp við, þú veist, að í rauninni bara stoppa þetta, skilurðu, hún vildi ekki vera eitthvað aðhafst í sjálf og var ekki að svara honum sjálf, en já, þannig að 10 árum áður næstu því, en síðast þegar hann hefur samband við hana var 2014 og það var í gegnum Facebook og hún endaði bara að deleta Facebook og, þú veist, sínu Facebooki held ég, og þú veist, eftir það hafði ekki teist í honum þangað til núna þegar hann allt í einu komið símanúmerið hennar. En í þetta sinn sem hann sendir þessi skilaboð þá allt í einu allt annað tónn í skilaboðunum og ljóst að hann væri fljótlega að byrja að fylgjast vel með henni. Hann til að mynda sendi skilaboð í eitt skipti og spurði hvernig gekk á tannlækni og þau skilaboð komu stuttu eftir að hún var búin í tannlæknatíma. Þú veist, sama dag bara, þú veist, þannig að það var eins og hann væri búin að fylgjast með henni bara, þú veist, líka við fara inn og út úr húsinu. En þá var Kristín hætt að standa á sama, en hún hafði þá ekki samband við lögreglu fyrir en eftir að hún fekk skilaboð með mynd af manninu sínum fara út í bíl eftir vinnudaginn. Og þú veist, teki bara svona, þú veist, eins og einhver væri að fylgjast með hann og svona, ég er ekkert sérstaklega langt frá honum eins og sko, frekar creepy. En þá fórum við þá fórum við öll gögnin sín yfir þessi samskipti, vel skipulögð í möppum og fekk lögregluna í lið með sér og það ekki oft sem að til svona mikið af myndböndum eins og ég vil segja þú veist, fórnarlambið fyrirfram, en það var svona öðruvísi við þetta mál. En það svo erfitt að horfa upp á greiði konuna, búin að græja allt og augljóslega mjög hrædd en samt yfir að reyna að koma málinu, þú veist, í einhvern farveg. En Kristín var mjög klár og flott kona, búin með langt nám í verkfræði og alveg 3 börn og var þarna komin til að reyna að fá hjálp í máli sem hún réði ekki lengur við. En rannsóknarlögreglumaðurinn sem tók á móti henni grínaðist með að hún væri nánast búin að gera mest alla vinnuna fyrir sig. En það var samt ekki nóg til þess að hann geti aðhafst eitthvað í málinu fyrir hana. Það var ekki orðið nógu hættulegt til þess, eins og svo oft í einhverjum svona málum. Var ekki búin að gera nóg af sér og ekki búin að brjóta lög þannig að, já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það, sko, en þetta samt búið að ganga frekar svona, nálægt þeim. Þannig hún fékk í rauninni bara númeri hjá lögreglumanninum og fékk að vera í góðu sambandi við hann varandi fleiri skilaboð eða vendingar í málinu. Þeir voru ekki tilbúinir að fara með þetta til DA, District Attorney, því þeir héldu að þau fengu engin leyfi fyrir frekari rannsókn eins og til dæmis að rekja síman vegna persónuverndar og þar fram til göttunum. Var hann eitthvað á hótin ykkur eða fannst hann þetta bara óþægilegt af því að hann var að hafa samband við hana yfir höfuð og var mögulega bara svona vissi hvar hún var og hvað hún var að gera? Sko, hann var alveg með einhverjar hótanir en samt svona, þetta var ógeðslega svona, þú veist, þetta fyrsta skilaboði sem komið var eitthvað hey, we should hook up eða eitthvað svona og síðan bara strax af því hún svaraði því ekki að þá fór þetta beint í bara eitthvað I'm gonna find you and kill you eða eitthvað svona, þú veist, fór alveg svona frekar harkalegt og það lögga var líka bara eitthvað svona, þú veist, hann greinilega bara eitthvað svona veikur, skiluru, og væri svona frekar fram, þetta var svona, hvað segir maður, var ekki svona consistency í þessu, þú veist, þetta var bara eitthvað svona upp og niður, eitthvað alls konar. En líka, jafnvel,
af því að ég held að þeir hafi farið í að reyna að fá upplýsingar frá símafyrirtækjunum svona án þess að vera með, þú veist, ekki án þess að vera með heimild, heldur, þú veist, að fá heimildina fyrir það, en það tekur alltaf bara ógeðslega langan tíma að fá einhver upplýsingar tilbaka, þannig að þú veist, máli var í einhverjum farveg, en þetta fer að gerast frekar hratt eftir þessa mynd sem er tekin af manninu hans og þetta með tannlæknatímann. Það er bara hana rétt, þú veist, það er bara í lok nóvember eða eitthvað svoleiðis, þú veist, Já. kannski 2-3 vikum fyrir morðið. En já, þannig að það er ekkert farið lengra með málið á þessum tímapunkti nema þetta, þú veist, sem er svona í hægagangi. Svo auðvitað hoppum við áfram til 16. desember og þá er hægt að keyra málið af stað af því hann er loksins búinn að brjóta af sér og þá, þú veist, gengur þetta voða hratt að fá í rauninni heimild til þess að bara fá allar upplýsingar e-mailið og símanúmerið og allt svona sem að þarf til þess að rannsaka þetta betur. Mjög típist. Því að þá er hann búinn að brjóta nógu mikið af sér. Brjóta svo mikið af sér að Kristín liggur dáin á gólfinu í bílskúrnum sínum með höfuðáverka og stungusár sem að dróga hann til dauða. Þú ert að segja núna að stólkarinn hafa gert það? Ég er að reyna að hafa einhver spennu í þessu. Ok. Ég er að segja, þú veist, þeir eru að rannsaka hvaðan þetta kemur, skilurðu. Þú þarft að æfa þig að vera hlustandi og fatta að það eru aðrar hlustana en þú kannski að spá þig sama á hlustandinn. En ég skal segja þér allt um þetta. En lögreglan heldur þá strax að stað til Utah sem var síðasta skráða heimilisfang Anthony og þar er hann og kemur auðvitað alveg að fjöllum, þú veist, eins og langflesti myndu láta. En hann segist síðast hafa haft samband við Kristíl næstum 10 árum áður eða í kringum 2014. Þeir spyrja hvar hann var morgunin sem morðið var framið og hann prísar sér sælan að hafa geymt kvittun úr Kohl's sem var fyrir peysu sem hann keypti þennan sama morgun eða þú veist 2 klukktímum eftir að morðið var framið. Og það er rauninni sannað að það var engin leið fyrir hann að vera bæði í Utah og 500 mílum í burtu í Colorado þennan morgun sem Kristíl var myrt. En þeir kom alveg risastórt teymi þarna, þú veist, ég er að giska á þeir að þeir haft leitarheimild og allt, þú veist, fyrir húsinn hans og bílnum og allt svona þeir eru mættu eða með það í vinnslu en með að við myndböndin, þú veist, af þessu að þá sér maður svolítið svona á löggunni að þeir eru að sjá hvað hann kemur mikið af fjöllum, var svona alveg, þú veist, hann er ekki í neinum gír, skilur, bara býst ekkert við þeim, skilur, og svona sjá bara frekar, þú veist, og þessi kvittun sem hann er að sína þeim og þeir síðan fara væntanlega, þú veist, það er ekki sagt, en ég ætla að giska á þeir að fara í Kohl's og fengi að sjá myndbandið eða, þú veist, eitthvað bara vita af honum akkurat þarna. Já. En hann var bara strax frjálsferða sinna. Er ég aftur með eitthvað loftbólu? Hvað er að frétta? En já, þannig að þeir, þú veist, hætta við frekari aðgerð. Þú veist, ég er að giska á að það hafi verið miklu meira sem átt að fara í ganga því að þeir voru svo margir. Þú veist, ef þeir ættu bara að fara að tala við hann, þá væru þeir ekkert fleiri en kannski 1, 2, 3, skilurðu, en þeir voru alveg fleiri en það sem voru mættir. En þeir voru frekar vissir að hann hafi ekki framkvæmt morðið eftir þessa fjarvistarsunnun en það voru einni vinnuskrár sem að bökkuð hann upp, þú veist, að hann hafi verið í vinnunni, þú veist, hvort sem hann var daginn áður eða morgunin eða þú veist, allan sem var hægt að styðja við fjarvistarsunnunan hans. En hann bara, þeir sáu frekar vel á honum, hann vissi bara ekkert málið, eða hvað var í gangi. Og rannsóknin hélt því áfram og farið var vel yfir samskiptin við stálkarinn og reyndi að skoða upptökur af öllum myndavélum sem Kristín var búin að láta setja upp í kringum heimilið. En einhvern veginn var partur úr degi, þarna akkurát þar sem hún var myrt, ekki inn á myndavélunum, eins og það hefur verið slökkt á þeim yfir þennan tíma. Okay. Og það leyti sem að þeir eru að komast á þessu, þá lætur lögreglan Dan vita að það sé ekki séns að Anthony sé sökudólgurinn, að það sé ljóst að hann hafi verið í Utah. Og Dan verður mjög svona hvumsa, og ég nota annað gott íslenskt orð, yfir þessu. Og verður strax hræddur fyrir börnin þeirra og segir að þú veist, þau geta ekki farið heim og já, hún er með síðan sleppt þarna seint saman kvöld og fær að fara að segja börnunum sínum sem hann var búinn að vera tönglast á. En nokkrum klukkutímum eftir morðið er komin svona tækni sérfræðingur, svona forensic, þú veist, sérfræðingur í tæknimálum til þess við teymi til að fá í gegn gögn frá fjarskiptafyrirtækjum eins og símafyrirtækin á bakvið númer eldirhellisins og tölvupóstana. Þá kemur í ljós að það er hægt að tengja tölvupóstana við Wi-Fi kerfi í höfuðstöðvum Colorado Department of Public Health
sem jú vinnustæður Dan Crew. Dun, dun, dun. The call is coming from inside the house. Svolítið svo leiðis. En það þurfti ekkert mikið meira, þú veist. Þeir fóru í rauninni bara að byggja upp málið og eins fljótt þeir gætu, og eftir þetta litla púður sem var sett í að rannsaka bakendan í tæknimálum með e-mailin, sem svo pirrandi að hafi ekki verið hægt að gera fyrir. En þegar var kafið ofan í þessu mál og kom til dæmis í ljós að hann hafi kvöldi fyrir morði verið að googla hluti eins og verður fólki alveg meðvitundalaust við höfuðhögg og hversu þungt þarf höggið að vera til að rota manneskju. Sem að mér finnst svo fyndið og ekki fyndið af því þetta hræðilegt mál, en mér finnst það svona tvískinnungur. Það var svo mikið að slá mig. Hvað í andskotanum því það? Bara svona tvær hliðar á saman peningi einhvern veginn, að hann sé að vera, hlustaði, að hann sé að vera svona sniðugur að spila svona long game með þetta allt, skilur, að þetta sé eitthvað stólkar og eitthvað svona, en á sama tíma hann að googla kvöldi áður, þú veist, eins og það kom ekki aftur, eins og þau skoðið það ekki. Já. Þú veist, hann heldur hann sé bara algjörlega skottfrí, en eitt sem að var að styðja við, þú veist, ástæðan fyrir að þeir trúðu því að hann hafi ekki verið að verki, eða þú veist, í þessu máli, er að því að Kristíl sendur honum hann þetta skilaboð morgunin sem að hann svaraði, og af því að hún svaraði ekki þá byrjar hann að fríka út. Já. En hún sendir hann, eins og ég sagði í byrjun, hún sendir skilaboð eitthvað svona, getur þú sótt, þú veist, yngsta barnið, og hann segir eitthvað, já, klukkan hvað, og út af því að hann hringir á lögregluna og biður að koma, skiluru, að þá hélt hann að það væri bara búið að sanna að hann hafi ekki verið heima því að hún hafi verið að senda þetta, en það kom líka í ljós að hann hafi náð að setja upp eitthvað svona scheduled, þá var hann búin að tíma setja skilabóð úr símanum hennar, þannig að þú skilabóðin fórir henni í gegn eftir að hún dáin, og veist, hann drap hana líklegast áður en að hann fór morgunin, þú veist. Já. Hún hefur skuttlað krökkunum í skóla, komið heim og hann hefur, þú veist, komið aftar að henni hann í bílskurnum, en það var fleira en þessi Google og þetta. Auðvitað var fleira, skilju. Þetta bara svo svona, mér finnst bara svo pathetic þegar að menn halda að þeir séu bara svona með allt á hreinu og svo bara 1500 mistök sem þeir gera, þú veist. En þetta er það heimskulegasta. Hann kaupir hennar burner phone til þess að senda henni þessi skilaboð og hann sendir þessi fyrstu skilaboð bara eitthvað, we should hook up eða eitthvað bla, og hún svarar engu, sem að ef þú væri maðurinn, eiginmaðurinn, þá ættir að vera bara frekar sáttur að hún sé ekki að svara því, en hann í einhverju, þú veist, ég ætla að giska paniki eða eitthvað svona, þú veist, skilur ekki alveg hvað sé í gangi að hún hafi ekki svarað, þá sendir hann sjálfum sér skilaboð úr burner phone, þú veist, í sitt símanúmer og skrifar stórum stöðum test. Ekki nóg með það að þá svarar hann líka eitthvað, jöp, eða eitthvað, ég man ekki, yes, eða eitthvað svona. Oh my God, hann er bara eitthvað að tjekka hvort það sé ekki örugglega bara allir læg með flæðið á milli. Já, þannig að bara í báðar áttir er hann bara eitthvað að algjörlega krossfesta sig í þessu máli, skiluru. Jesús. Já, þannig, mér finnst þetta svo bara, já, líka, þú veist, bara ógeðslega heimskulegt, en líka svo pirrandi að lögreglan hafi ekki, þú veist, geta gert meira, eða þú veist, eitthvað pressað á símafyrirtækin eða eitthvað, af því að hún var sjálf búin að vera að ganga á hann að spurja hvort að hann væri að þessu. Þannig að hann var farið að gruna þetta sjálf. Hún var búin að ganga á hann, víst, og hún var líka, þú veist, hún var greinilega ekki það viss, og ég held, þú veist, að því að þetta samband var ekkert upp á marga fiska og sérstaklega í endan, en hann var búin að vera, þú veist, að fá alltaf fleiri og fleiri eitthvað svona skapufsaköst fyrir framann fjölskyldun hennar og úst, var greinilega bara svona fólk kringum þau voru alveg vissum þetta væri alls ekki gott hjónaband og hún, þú veist, þetta var líka það sem að, þú veist, í rauninni endar þetta fyrir hana, þú veist, hún var alveg á því að fara að græja skilnað, skilur, hún var bara í þeirri vinnu, þú veist, hún var víst búin að vera að sofa á sófanum mjög lengi og svona. Já. Þannig að hún, sérst, það er einhver tilgáta það að hann hafi byrjað þetta stalking dæmi til þess að reyna að færa þau eitthvað nær saman, þannig að hún þyrfti að treysta meira á hann og eitthvað svona. Já.
síðan þetta búin að snúa svona upp í andhverju sína með því að þú veist, hún farin að gruna hann og hann sé bara spilaborgin að fara að falla skiluru og bara springa í andlita á. En til þess að tala veist, hvað þetta var orðið svona borðleggjandi case þarna fyrir Dan eða í rauninni á móti Dan, að þá var líka hægt að sanna þessi mynd sem var tekin af Dan, veist, sem átti að vera veist, bara svona einhverja drive-by taka mynda á honum, var hann í frontkamera á selfie timer. Þú veist, hann setti bara síman upp á eitthvað svona bumper á einhverjum bíl, þú veist, á móti í bílstæðinu skilur Já. og tók selfie þannig að þú veist hljóp tilbaka 10 sekúndur timer skilur. Já, bara á sprettinum, bara ég var hann á þessu. Já. Sko. Og ég er svona, mér finnst svo þú veist, ég er eitthvað svona, oh my god eitthvað, Jésús yfirsöllu, ekki af því ég er eitthvað svona að hann hefði átt að standa sér betur fattar þú veist, það er eins og ég sé bara ekki nextlega hvað hann er lélur í þessu eitthvað, en ég bara segja þú veist, þetta helst bara í hendur við ákvörðuna sem hann er að taka þú veist, þannig að þetta er aldrei góð hugmynd, þannig að fyrsta lagi bara að drepa eitthvað og síðan þú veist að halda og komast upp með það. Já, og fara gera allt þetta til þess að komast upp með það, en svo í rauninni er allt þetta bara ástæðan af hverju komst ekki upp með þetta. Menn. Lang oftast menn. En herðu, hann er sérst handtekinn 2 dögum eftir morðið og rannsóknarlögreglan sem hafði séð mál Kristíl frá byrjun, sérst stólkmálið, þú veist, sem hann var búin að vera að reyna að gera veist, eins mikið og hann lagalega gat, skiluru. Örugglega hræðilegt fyrir þann mann að vera í dag með þetta á bakinu, skiluru. En hann handtekur Dan og spyr hann, viltu að ég segi börnunum þínum að það er myrt mömmu eða einhver annar að gera það? Oh, how the turntables. Já, en það var einmitt annað og það ég vildi ekki gefa allt, ég vildi ekki gefa of mikið upp hann í byrjun, en þarna, þessi victims advocate sem að keyrða hann upp á stöð sagði þú veist að byrja alveg fljótlega grunana því að hann spurði ekkert þú veist hvað, hvernig, þú veist hvar, skilurðu, heldur var hann bara eitthvað, eina sem hann sagði var að hann ætlaði að segja börnunum sínum þetta, skilurðu, sagði þetta bara við alla allstaðar og þú veist, lási hann bara eitthvað í hnibri í aftursætinu og var bara eitthvað svona kjökrandi. Ok, en þú veist, var þetta þá bara kvistbambúm, bara ekkert mál, þú veist? Sko, hann heldur fram sakleysi sínu í gegnum allt, skiluru. Og já, fer og leggur það á fjölskyldu sína og tengda fjölskyldu sína og veist, bara, já, fjölskyldu hennar að fara í gegnum heilu réttarhöld sem hann hefði betur sleppt af því að þú veist ef að þau hefði aldrei, ef fjölskyldan hans hefði aldrei fengið að sjá öll þessi sönnunargögn og allt það sem hann var að gera og þetta er svo borðleggjandi að hann sé sá sem er að þessu að þá hefði hann örugglega að lifa svona aðeins meira peaceful lífi sko í gegnum þú veist allt þetta en það er sérst ofan á allt þetta bodycam og allt þetta dæmi þá er líka svona bara vídeoupptökur bara basically eins og við erum að gera núna úr hérna fangelsinu, þú veist hann fekk að þú veist hann spjallar þannig við foreldrar sína og það er búið að veist, losa það eða allavega þessi fréttaþáttur sem ég horfði á náði að veist, komast yfir þá upptöku og það er hann að tala við mömmu sín og pappa og eldri bróður sinn og bróður hann segir bara eitthvað svona já þú veist fyrir veist, hann segir basically að fyrir réttarhöldin hafði hann stuðning allra en sagði þú veist að stuðningurinn fari svona hann átti árið dwindling og sagði honum alveg hreint út að hann væri ekki lengur með sko sig í lið eða þú veist bara svona bróðurinn var basically að segja að hann trúði þessu upp á hann skiluru. Já en börnin, hvað afstöðu tóku þau? Voru þau strax bara eitthvað ok, við, þú veist, þú drafst með okkar við höfum þig? Það er voða lítið talað börnin í þessu sko en þau eru náttúrulega, ég held að elsta barnið sé kannski þú veist 14 eða eitthvað þegar þetta gerist. Þannig að þetta er alveg bara börn. Já, hún er bara 43 ára sko konan og já, þau voru búin að gifta í 16 ára þannig ég er svona að giska á að börnin séu, þú veist, svona kannski elsta sé ekki 14 sko. En eina reyndar í þessu máli er að það var ekkert DNA og morðvopnið fannst aldrei þannig að þú veist, hann er voða mikið svona. Já, betur hvernig dón? Hvað var dánarorsökin? Hún var sko barinn með einhverju í höfuðið og síðan var stungið hana í bara eiginlega í hjartað, strettur ofan hjarta
og þú veist, hnífurinn fannst aldrei og þetta barefli eða eitthvað fannst ekki, en líka það sem ég skrítið að börnin segja sko í viðtölum í viðtölum við lögreglu að hann hafi verið í sömu fötum skilurðu morguninn og þarna, þú veist, þegar hann er í rauninni í viðtölum með, þú veist, í að gefa skýrslu og það, þannig að En þú veist, var hann ekki maður bara, veit þú veist, með við hvað hann var búin að vera með langt gameplan, eitthvað átt að hafa verið stólkar í mörg ár eða marga mánuði eða eitthvað. Ef hann var komið með þannig plan, þá var hann mæntalega komið með eitthvað skonar útfarslu á því að hann myndi vera í einhverjum fötum fyrir frá börnin sín í morguninn, fara síðan í önnur föt á meðan að hann dreipur hana og fer síðan aftur í fötin sem hann var í morguninn. já, eða bara í einhver málingagala yfir eða eitthvað. Já, en hver fer með börnin í skólan? Það sem er haldið að hafa gerst er að, þú veist, hann hafi ekki farið á undan þeim eins og var, þú veist, venjan að þau færi svona öll á sama tíma af stað, eða þú veist að hann hafi bara farið í einhvern rúnt og hann hafi verið í rauninni heima þegar hún kemur aftur. Já, þannig að hún fer með þau í skólan. Já, hún fer með þau í skólan og það sé enginn heima en þá er hann heima. Já, þannig að hann, þú veist, og þess vegna sé hún í bílskúrnum, hann er rauninni bara ræðst til atlögu þegar hún er nýkomin aftur. Ræðst til atlögu, en svo þetta er alltaf sagt í handboltaleikjunum. Ég næ ekki að horfa á handbolt, hann er svolítið fúl. En það er eitt hérna, er hann ennþá að halda fram að hann sé saklaus og bara allir séu að... Já, og nýjasta stjórnunartaktikinn sko er að allan að vera svona endað þennan þátt sem ég horfði á því að sína myndband af hann er að tala um mömmu sína, hann er bara eitthvað, mamma, þið verðið að fara með börnin úr Colorado, að reyna að láta þau eitthvað svona að flytja með börnin af því að börnin sé ekki öruggarna, að því að maðurinn er eitthvað stærra núti, skilur. Já, they're not safe. Sko. Og hann heldur voða mikið í þetta að það sé ekki búið að finna morðvopni og hafi ekki verið neitt DNA og hvernig sé það nóg að dæma hann bara á þessu, að hann hafi bara verið aðeins að flippa eitthvað í konunni sinni, að senda henni eitthvað skilaboð. Þetta er hræðilegt. Já. Ég finn alltaf svo mikið til, og það yfirleitt er ekki að tala við börnin, skiluru, eða yfirleitt er bara, ekki nema fólk sé að komi sé verið að tala um morð á einhverjum svona uppkomnum aðila, skiluru, eða þá kannski tala við börnin sem eru kannski aldrei okkur, en eins og í þessu máli að horfa á mömmu hans og sérstaklega eins og þegar bróðir hans var að segja þetta, þú veist, alveg á stuðningurinn, þú veist, það bara, hann var basically að segja enginn í stórfjölskyldinni sé með honum í liði ennþá og hann sé, þú veist, alveg að missa bróður sinn, að horfa á mömmu hans og pappa þegar hann er að segja, þú veist, bróðurinn að segja þetta, þú veist, þeim svona væntalega finnst þau bara svona blóðið til skildunar að vera með honum ennþá í liði, að vera ennþá í hans hotni, skilur þau, en þú veist, bara svona, ég get ekki ímyndað mér að vera í svo stöðu, bara svona. Hvernig voru þau? Eru þau bara eitthvað svona, trúa þau að hann sé saklaus eða tala þau þannig? Nei, þú veist, þau eru ekkert mjög vókal í þessu og þú veist, í þessum klippum sem voru sýndar þá var hann eiginlega bara að tala, skilur, og þau bara eitthvað svona, og mammas bara eitthvað svona, semi bara svona nodding along, skilur, þú veist, að leyfa honum bara að segja sem hann þarf að segja. Sko. Hvað myndir þú gera ef þetta væri barnið þitt, skilur? Myndir þú veist? Ég myndi bara fokka á það, sko. Já. Þú veist, ég væri bara, kannski auðvelt fyrir maður að segja núna, já, ekki börn og ég veit ekki hvernig það er, skilur, en ég er bara, þú veist, you made your bed, now lie in it, skilur, ég ætla ekki að vera, og það ég er líka svo meðvitið að, þú veist, týpur eins og, þú veist, ég sem, þú veist, kannski hlustandi á eitthvað svona podcast eða eitthvað, ég er alltaf bara hvað er að foreldrunum, eða skilur, þú veist, sérstaklega þau taka bara eitthvað svona skýra afstöðu með barninu sínu þótt að þessu augljóst að barninu sé, þú veist, þetta er kannski hans annað þegar þau eru bara eitthvað svona í sambandi við son sinn ennþá bara eitthvað svona til þess að halda ykkur svona tengingu en eru samt alveg kannski búin að taka ykkur ákveðin skref sem að benda til þess að þau sé bara mjög ósamala öllu sem hann er að segja og gera eitthvað, en fólk sem er bara eitthvað að styðja börnin sín í réttarhöldum þegar það er ógeðslega augljóst að þau eru, þú veist, seg en þau eru samt bara eitthvað svona í afneituna eitthvað, ég er alltaf bara svona, hvað er að ykkur þannig að ég myndi kannski endilega loka á barnið mitt, ég veit það ekki ég ætla bara að vona upp á bara
mitt litla líf að ég mun aldrei lenda í svona aðstæðum, en ég held að ég ætti erfitt með bæði, þú veist, erfitt með að loka barnið en líka erfitt með að gera ekki neitt. En ég myndi samt, ég er ekki þann, ég verð aldrei þannig foreldri að ég er bara eitthvað, já, ég skilði ástu mín eða eitthvað, ég væri bara, hvað í andskotanum er að þér? Já, ég mitt sko, ég er ekki að meina að ekki á neitt hátt að ég myndi eitthvað svona kóa með börnunum mínum eða myndi gera eitthvað svona, en mér finnst það svona, mín tilfinning að horfa á mömmu hans að taka sér símtöl við hann var svo mikið svona, hún er að sitja og leyfa honum bara að tala og hún er að reyna að segja sem minnst, skilurðu, þú veist, af því að mér finnst það að hún trúir sér alveg upp á hann, en er samt að reyna að vera einhver stuðningur fyrir hann, jafnvel bara svo að hún þurfi ekki að sitja með á samviskunni að, þú veist, hann sitji einn að dúsa í fangelsi, skilurðu, hafi ekki neitt og mögulega endi bara á að, þú veist, enda, eða þú veist, ég veit ekki, skilurðu, ég vil ekki segja það, vil ekki, en bara, skilurðu, það er svona fann ég til með henni, skilurðu, á þann hátt, en ég var einmitt að horfa á annað case daginn, þar sem að pappin er sko menntaður, hvað var hann? Hann var sko geðlæknir, held ég, já, hann var geðlæknir og hann endar á að þegar málið er aftur í endurupptöku, í eitthvað svona, þú veist, það var eitthvað svona hung jury eða eitthvað svona og þannig að málið var tekið upp aftur, að þá fer hann í vitnisstúkuna og segir að sonur sinn hafi verið með sér í fyrsta sinn eftir, þú veist, að málið er búið að vera eitthvað svona, þú veist, 10+ ára velkjast í kerfinu og hann eitthvað svona throwing a Hail Mary að reyna að segja að hann sé með fjarvistarsonu fyrir son sinn, skilurðu. Já, einmitt. Og bara svona augljóst að hann sé að ljúga og þú veist, ertu tilbúin að leggja bara mannorðið þetta veði fyrir barnið þitt sem að framta einhvern ógeðslegan glæp, skilurðu, bara því að þú ert í einhverju afneitun og þú veist, já, einmitt. hræðilegt. Ég bara cannot relate, sko. Nei. Og ég vildi að veri fleiri foreldrar sem að vera ekki meðverkaböndin sína, en þetta er svo ríkt í foreldrum samt, sko. Það er bara mér sem bara róla þegar maður lítið börn, sko, hvað, þú veist, sumar mömmur og sumir pappar bara svona sjá ekkert ránt þessum börnin sín er að gera, skilur, það bara allir aðrir eru fátar, það bara, ok. Vá, ég er að fara að vera, sko, svo mikið nightmare fyrir sumum foreldrum ef að ég er eitthvað með barnið mitt á rólu og þau ætla að vera eitthvað þannig. Eins og til dæmis með að þjálfa, þú veist, ég get ekki ímyndið mér að þjálfa út á foreldrum, af því ég myndi þurfa að taka fund með foreldrum fyrir tímabili og vera bara eitthvað, þú veist, leggja línunar gagnvart foreldrunum, bara því, þú veist, ég veit þetta eru börnin ykkar, en þegar þau eru á æfingu hjá mér, þá er það börnin mín. Nei. Ok, þetta er alveg nýði sálmur, sko, en ég bara, foreldrar eru náttúrulega bara rannsóknarefni út af fyrir sig, sko. Ég var að taka foreldrarna okkar í þátt og tala um foreldrar vandamál í íþróttum. Oh my god. Leggja línunar. Hjálp. Bara nei, sorry, Siggi þinn, hann á bara að vera í séliðinu. Hann getur ekki raskat og ef þið hendlið það ekki, bara það ykkur ekki bóðið á sjálfbóndið. Þú veist, ég er alveg all for it að þegar börn eru ung þá mega þau alveg vera að spila hér og þar, en þú veist, þetta er orðið eitthvað svona, þú er komin á yngri landsleysi aldur eða eitthvað þannig, þú veist, þá er þetta bara ok, þeir sem eru góðir eru að fara að vera góðir, skilur og ef að barnið og líka bara þeir sem leggja sér fram, þetta snýst allt það. Ef þú ert duglegur að leggja þig fram og stundum snýst þetta ekki eins og hæfileika, skilur en sumir í dag heyrir maður að það er bara eitthvað svona, já, ég ætla ekki á æfingu með úlingaflokk núna, þú veist, kannski vera að bjóða einhverjum á æfingu eða eitthvað, eða þú veist, vantar auka manna eitthvað svona, já, ég fekk ekki að spila síðast, þannig að ég ætla ekki eins og að mæta. Það er bara svona, ok, þá ertu bara búin að tryggja það að þú fáir ekkert spila, þangað til, þú veist, kannski úr komin á aldur, eða þú veist, bara allavega. Hvernig eru allt hérna komin í þetta umræfni? Já, ég veit það ekki. Alveg insane. Já, en mér langar sem að lesa af því að þetta er ástæðan, sko, þátturinn er bara klukkutíma og korter, sko, eða rúmur klukkutími. Þegar svona sagði ég með leikin aðan. Já, Lósa, þetta er ekki, ég skil, mér finnst það líka ógeðslega fyndið, en þetta er ekki misskilningur, og þegar ég las bara eitthvað, ertu með eitthvað fyrir intro, ég las það, þannig ég var eitthvað, já, getum vel talað um EM. Já, mér langar svona að lesa bara fyrir fólk, en það var svo fyndið. Ok, lestu. Ég sendi á Elfu af því að ég var með svo rættum, þetta er allt stuttu þáttu fyrir ykkur. Sendi
þetta er einhvern leik í hug í intro, veit ekki hversu lengi ég verið að fara yfir málið, ég hef búin að skrifa 4 blaðsíður. Þú svarar handboltinn spurningamerki á EM. Handboltinn spurningamerki. Mér finnst þetta svo fyndið út að þetta áalið við. En ég er svo Ég var að fara í einhvern leik, alveg Ef þú fyrir handbolta? handboltinn Þú getur farið í handbolta? Nei, á EM. svo las ég þetta betur þegar að þú svaraðir, af því að þú varst bara eitthvað, ha, lol, ég var bara að byrja, hvað? Svo er ég bara, já, ok, ég las þetta ekki alveg nógu vel. Ég held ég vantaði Mér bara líka þú svarar alveg handboltinn spurningamerki, af hverju myndir ekki lesa aftur ef þú ert svona confused? Nei, ég var ekki confused, ég var meira bara svona að meina, skilur þú veist, handboltinn, spurningamarki, er það eitthvað, skilur þú veist, af því ég lasi þetta þannig, bara svona, ertu með eitthvað til þess að tala um í intrónu? Þannig að það var meira svona handboltinn, erst þú til í að tala um það líka, skilur? Já. En bara, mér fannst það að vera alveg langt mál, en ég það greinilega að finna bara eitthvað ennþá lengri mál. Nei, þú veist, þetta er allt í lagi, þú veist, Mm-hmm. ef þau eru eitthvað oflöng þá er fólk byrjað að vera bara eitthvað svona að gleyma hinn og þessu, þú veist, eins og stundum þegar að þú varst allir eitthvað, já, Dave, þá var ég bara, hver er Dave? Fattarðu? Þú veist, þannig að það má Það er ekki engin vera Davey sem oflangt. að... Nei, og hvað? Hvað er það? Dan. Vá, ok, næstu bær við. Já. En fólk má alveg segja okkur hvað þeim finnst darkmálina, því að við erum svona eigum að halda í minni, eigum að reyna og líka, þú veist, vill fólk fá gesti, þú veist, hvernig finnst fólk geta skipulag hjá okkur, erum við eitthvað, are we cooking or not? Við þurfum eitthvað að taka eitthvað svona fund og skipulegja næsta season og leggja línunar aðeins okkur á milli og vera svona, ok, fyrir hvað stöndum við? Fyrir hvað viljum við vera þekktar? Af því að við erum ekki nóg þekktar. Er enginn að biðja eindaráður? Nei. Eindaráður, kann ekki tala. Nei, þú kann það ekki. En já, ég náðu að slá mig hérna íslenskunni í dag. Já, hvort þú gerðir, anskotin hafið það. Ég hef bara þurft að vera með bara árnastofnun opna hérna við hliðina á mér eða eitthvað. En sko, þú hefur það að sjá mig. Ég er ennþá að býða því þættinum þar sem að þú kemur með eitthvað svona íslensk orð og ég á að giska hvað þetta þýðir eða eitthvað svona. Já, ég er alveg búin að vera, ég held að þú sért samt, ég held að þú sért, hvað er að fyrir þetta? Ég held að þú sért mjög góð í svona educated guess. Já. Þú er alltaf svona klóraði út úr einhverju, skilur. Já, ég er ekkert heimsk, sko. Bara fáfróð. Nei. Ég bara fá þetta. Já. Oh my god, það blæðir svo úr. Ég held að þátturinn verður bara ekki að lengra sunni því miður. Nei, þú veist, eins og ég segir, þetta snýst smá svona, þú veist, maður þarf að búa til eftirspurnina. Þú veist, það er ekki nóg bara fyrir fólk, skiluru, að biðjum lengri þætti og við gerum þá bara lengri þætti for the rest of the season, skiluru. Við þurfum að svona gera lengri þætti og svo dragur því aftur og þá verður þetta, hei, við viljum lengri þætti. Við bara, já, ok, við skulum gera lengri þætti. Fattur þau? Elva, búa til eftirspurnina. Jú, ég var á viðskiptabraut í Vestló. Yeah. Bara allt í lífinu, it boils down to frambóða eftirspurn. Elva í frambóði. Allar farið í frambóð? Já, ég get alveg gert það. Slagorðið er, ég er ekki heimsk, ég er bara að fá þetta. Slagorðið mitt er, ef þú eru ekki sammála mér, þá eru þið fáiðar. Ef við gera bóli, merge. En reyndar falsfréttir eru í svakalegri, hérna, við erum út um allt. Já, falsfréttir. Í skólum. Left and right. Markaðsherferðin okkar er svakaleg, krakkar. Ég held að Gils hafi verið að segja eitthvað. Sástu story hjá mamma? Nei. Mamma setti eitthvað í story. Eitthvað. Með Gils? Ég man ekki. Já, ég held að það verið Gils. Það var einhver að segja bara eitthvað falsfréttir. Eitthvað, hann hafði sagt að það verið falsfréttir og því að einhver skráðan í samfylkinguna eða eitthvað. Það var eitthvað komið í fréttinar. Já, God forbid. Já, og mamma setti í story falsfréttir aðstæðar. True. Við erum allstaðar. Ég er sem búin að vera að ég er búin að vera að sjá follow inn á falsfrétta Instagraminu sem eru bara svona, sorry, en gamlir kallar og ég er bara svona, Hei, við höfðum bara til allra. Já, en þeir eru líklegast til þess að halda þetta sé legit falsfréttir. Já, einmitt. Já. En herru,
Ég meina við getum alveg Ég- verið með einn þátt fullan af falsfréttum. Bara ljúga upp á hinn og þannan. Já. Taka bara, Vera Hvað heitir kærðar það? fyrir meiðyrðingar og svona. taka fólk bara fyrir búið í kjaftarsögur. Mm Oh my god. Við þurfum að fá okkur alvöru bullara með okkur sem er gesti í þann þátt. Já, mér dættur í hug margar sko. Hver er mesti bullari sem þú þekkir? Fyrir utan urði. Urður, Djókur, hún er Urður. náttúrulega, hún bara, já, hún talar og talar og talar. Ég er með talandi hana, ef við verðum eitthvað með systkina þátt, skilur við, eða systra þátt og hún verður, þú veist, ég held bara að, þú veist, hún verður bara með mæk sem að ég þarf að vera með svona fjastringa á og geta mjútað á milli. Bara svona hún að tala og hún alveg á fullu í mynd kannski en heyrist ekki neitt nema okkur. Oh my god. Já. Nei, hún, Hvað sagði hún alltaf? Þú veist, í alvörinni, fólk fattar ekki, það bara má ekki vera þögn, það mátti ekki, sérstaklega hún var lítil, bara þögn var bara Þetta er ennþá svona, Lovísa. Þetta er ennþá svona. Þetta er náttúrulega bara, en í dag er þetta, þú veist, þetta var svo pirrandi á einhvern tímpúndin, í dag er ég bara í kasti yfir henni. Þú veist, og ekkert af þessu er eitthvað baktala þegar þetta er allt eitthvað sem við höfum báðar sagt við hana. Þú veist, ég kem stundum heim og við erum kannski báðar heimi á mömmu og pappa á saman tíma og ég er í sjokki, ég er bara byrju og hún bara hættir ekki að tala og hún bara Nei, og stundum er hún bara að segja eitthvað og maður bara svona, nei, nú þetta bara að stoppa. Nú ertu bara að segja eitthvað. og þú sagði til svo margar sögur, finna sögur sem af einmitt eitthvað svona bulli í henni. Pabbi er náttúrulega með besta róstið. Hérna, Hvað? pabbi kemur alltaf bara svona, þegar hún er búin að vera going on a tangent, þú veist, ekkert, þá segir pabbi stundum, ég hlakka svo til að morgun. Það er gott. Af því að þegar Urður vissi bara, þú veist, þegar búið að vera svona smá þögn, að það kom bara mjög oft þetta, ég hlakka svo til að morgun, og bara svona hvað? Og það var bara eitthvað ómerkilegt sem að kom í kjölfarið, af því að hún þurfti bara að segja eitthvað. Mamma er að fara að setja upp þagleg. Talandi að bulla. Mamma, registered nurse, djúk. Já, ég er mjög spennt að fá hana í þátt samt. Já, sem. En bara spurning hvort að við náum að gera það á Íslandi eða hvort að ég var þetta í Jönu. Getur ekki bara verið með eitt þátt með Urði og svo annan þátt með Jönu? Er ekki allt og erfitt að vera 4? En það þyrfti samt, það þarf einhvern þátt með okkur 4. Sko. Já, það þyrfti eiginlega að vera í persónu þar sem að við getum talað saman, Já. sko. Já. Ekki eitthvað svona grípa fram í hver annar er eitthvað svona á einhverju tölvu. Það verður alltaf grípa fram í þáttur saman hvort sem 3 eða 4. Ég veit það, en kannski minna ef við erum 3. Jú, vissulega. En jú, það hljóma vel. Þú verður bara að fá Urði í næsta þátt. Fá hana til að býta allegations þegar við erum með hana. Það verður líka að finna að heyra hana tala um það sjálf. Já. Af því hún er alveg, þú veist, hún má eiga það, hún er mjög meðvitið um hvernig hún er, sko. Í dag, skilur, í dag er hún mjög meðvitið um það. Þú veist, ég þarf ekki annað en að byrja að brosa þegar hún er að tala og þá er hún bara, oh my god, ég veit, ég ætla að hætta. Já. Ég vil að Urður undirbúa sig bara svona, ég væri til í bara svona Urðar tell all. Já. Bara Heldur hún þorði? bara gefa henni sviðið og bara ekki undirbúa Já. neitt, bara við þurfum ekki að undirbúa þáttin neitt, bara herru Urður að koma í þátt og hún ætlar að tala. Í alvörinni, við gætum verið bara ekki sagt neitt. Hún myndi fara um víðan völl, sko, hún myndi tala um allt bara frá einhverju, þú veist, svona eitthvað sem er í gangi og þú veist, Ég stjórnmál er að tala um og... bara, lífið hennar. Já, ok. Eða það? Hann er tell all. Já, emmitt. Hvernig ég var hræðileg við hann að fela síman út að hann mátti ekki ringja af með Ólu og... Já, emmitt. Og svo náttúrulega eiginlega mesti gallinn er hvað hún man mikið. Hún stundum að segja mér hluti um mig og eitthvað sem ég sagði og gerði og ég er bara svona, nei, hún bara, jú, ég man. Ég bara, og ég get ekki sagt þetta því ég man ekki. Þannig hún er bara, ef það er eitthvað Urður tell all, þá getur hún sko gjörsamlega grafið okkur 2. Já, já. En þú veist bara, go ahead, sko. Það er mjög mikið sem að fylgja því að, þú veist, það er svo margir vinklar á því og, þú veist, mér finnst það líka bara hollt ef að, ef að fólk er að hlusta, þú veist, hvað,
og ég held að mamma, pappi og við og Urður og allir hefði aldrei getað óra fyrir því hvað það er mikið af svona dýnamík sem kemur með því sem að, þú veist, að taka inn barn í fóstur skilur Já, og ekki, þú veist, ég er ekki með eitthvað gott eða slæmt skilur, ég er bara að tala um bara hvað það er mikið sem fylgir í punktur og ekkert, ég er ekki að tala um og ég mun alveg, þú veist, vanda mig ef að Urður vill eitthvað opna á það en bara svona svo mikið sem að, þú veist, og ekki henni að kenna skilur, alls ekki en bara svona, þú veist, svo mikið sem að fylgir þessu sem að úr öllum áttum eitthvað sem að, þú veist er aldrei hægt að sjá fyrir skilur með hemmett sko. en það er undir henni komið hvort að hún vilja eitthvað ræða Já. búið að vera auðvelt fyrir hana Ekki auðvelt fyrir neitt í þessu, þú veist, í þessu öllu scenariói, sko, sama nei, hvert er hort, sko. true En já, við erum einhvern veginn, ætli þetta dark, ætli þetta sakamál sem að þú fjallar sé ekki kannski svona 20 mínútur af þessum þætti, þannig að er þetta flokk þetta sem dark þátt? nei, þetta var nú alveg kannski hálftími eða meira Já, ok. 40 mínútur kannski Bara dark þáttur, feed, langt intro og langt outro. langt átrú Upphaf og Já. endir. en takk fyrir að hlusta takk styrtræðlar takk fyrir að fylgja okkur allstaðar og takk fyrir að subscriba með hendi í það ef þið er ekki búin að því love you guys Love you. Love you. ég vil outrage ef að fólk er eitthvað á móti ef við gerum eitthvað svona seríur Já, on jokes. thank you Ok, bye. bye